fundar alþjóðasamskiptasamninga og samtök launafólks. Hann haldinn í samstarfi við milli BSRB og BHM og við höfum stundum haldið svona fundi, svona morgunverðarfundi og fengið meðal fólk úr utanríkisráðuneytinu til að tala við okkur þessa samninga. En það sérstök ánægja að kynna Ögmund Jónasson þetta hús. Hann þekkir þessa samninga mjög vel og hefur kynnt sér þá mjög vel út á sjónarhóttur launafólks og ég ætla bara að gefa honum orðið. Við verðum að sirka til 9 tókleins. Já, góðir fundarmenn. Ég vil byrja á því að þakka BSRB og BHM fyrir að efna til þessa fundar. Það mjög við hæfi að samtök launafólks taki á þessum málum, setji sig inn í alþjóðaviðskiptasamningana og reyna að hafa á þá áhrif. Vegna þess að þessir samningar fela í sér gríðarlega togstreitu á milli fjármagns og lýðræðis. Og samtök launafólks vilja vera varðstöðumenn lýðræðisins. Ég mun virða þessi tímamörk sem sett eru, að við séum búin vel fyrir klukkan 9. Ég veit að fólk þarf að komast til vinnu. Mér langar til að byrja því að segja að heimurinn hefur að sjálfsögðu eins og við þekkjum öll tekið miklum breytingum, ekki aðeins í áranna rás eða áratugana rás, heldur í aldanna rás. Evrópa leit þannig allt öðruvísi út fyrir nokkrum öldum. Ef við hverfum aftur á miðaldir, þá og síðan síðmiðaldir og inn í nútímann, að þá hafa verið gerðar ýmsar tilraunir til þess að alþjóðavæðast, til að efla viðskipti landa og borga í milli. Evrópa á miðöldum var öll sundur grafin, bókstaflegum skilningi í ám og síldum og tollamúrar voru reistir. En á 11., 12., 13., 14. öld að þá byrja menn að mynda samtök sín í milli til að brjótast í gegnum þessa múra. Hansa-sambandið þekkjum við öll úr sögunni. Það var sterkt á 14. öld, 15. öld og 16. öld, má segja alveg fram til 1700 og var við lýði alveg fram á 19. öld, fram á miðja 19. öld, en þá víkur Hansa-sambandið, enda það þá að gerast í Evrópu að þjóðríkin að styrkja sig í sessi. Á 19. öldinni þá sameinast Þýskuríkin, svo dæmi sé tekin í eitt Þýskaland, en ein megin hvatinn af því að sú sameining átti sér stað var einmitt viðskiptalegs eðlis, að brjóta niður tollamúrana sem voru við lýði í Þýskalandi. Hansa-sambandið var ekki ríki og ekki ríkjasamband. Þetta voru þegar best lét 167 borgir í 16 ríkjum sem höfðu samband sín í milli að efla viðskipti. Þau settu sér sameiginlegar reglur og lög að því marki sem þau höfðu umboð til að skapa lög til þess að þau yrðu síðan, með það fyrir að þau yrðu virt á svæði Hansa-sambandsins sem einkum var við Eystrasaltið. Nú síðan þekkjum við í seinni tíð mikið talað alþjóðavæðinguna og hún birtist í okkur í mjög torræðan hátt í skammstöfunum af því tagi sem við sjáum hér. ETO, TO, MAI, GAT, GATS, GISA, TTIP og svo framvegis. Og úr þessu verður mikið frumskógur sem að hælir marga frá umræðinu. Og þetta minnir mig svolítið á það, þegar ég kom til starfa í sjónvarpinu árið 1978 mun það hafa verið, að þá fannst mér ég verið að ganga inn í heim dölúðar.
og ekki síst vegna þess að maður notuðu orð og hugtök sem voru mann ekki tóm og maður skildi ekki. Það var til dæmis talað óbíabílinn. Hvað er óbíabílinn? Þau eru í óbíabílnum. Og manni fannst þetta svona hluti af þessu dulúðuga orðasafni og dulúðuga heimi. Þangað til að manni var sagt að óbíabíl var í outside broadcast, OB, sem sagt sjónvarp utan dyra, og dulúðin hvarf. Og maður kann fara að ræða óbíabílinn alveg hnarreistur. Og þannig það með þessar skammstafanir allar, að við höfum aldrei gleyma því að eiginlega enginn nema sá sem að starfar í þessu umhverfi og að kynna sér það öllum stundum, hann hefur allar þessar skammstafanir á reiðum höndum. Þannig að menn mig ekki láta þennan frumskóg skammstafana villa sér sín eða torvelda umræðu þessi mál. Árið 1944 þá haldinn fundur í New Hampshire í Bandaríkjunum, í Bretton Woods, og þá verður til það fyrirkomulag sú umgjörð alþjóðaviðskipta sem að hefur verið við lýði alveg fram á þennan dag. Og á skilti við Mount Washington hótelið í New Hampshire þá segir þetta: 1944 komu fulltrúar 44 ríkja saman til fundar í Bretton Woods á ráðstefnu peninga- og gjaldeyrismál. Þarna var ákvörðun tekin stofnun alþjóðabankans og að gullfótur tengdur bandaríkjadollar skyldi þjóna sem viðmið í alþjóðagjaldeyrisviðskiptum. Ráðstefnan skilaði heiminum stöðugleika í gjaldeyrismálum. Þannig vísaði í alþjóðagjaldeyrisjóðinn, alþjóðabankinn hann var líka til í Bretton Woods. Og þetta voru 44 ríki, Sovjetríkin áttu aðild að þessum fundi í upphafi, en sögðu síðan frá samkomulaginu þegar að til átt að taka og sögðu að þetta væri nú bara angi út Wall Street, ekkert annað. En þetta sem sagt gerist þarna í Bretton Woods, og það haft vísað í Bretton Woods samkomulagið og Bretton Woods ríki. Þetta hinn vestræni kapítalíski heimur sem að sameinast þarna regluverk. Og áður hafði verið við lýði viðmið í gjaldeyrisviðskiptum, gullfótur, en Bandaríkjamenn sem á þessum tíma réðu 2/3 gullforða heimsins, þeir vildu að tengingin yrði á milli guldsins annars vegar og bandaríkjadóllars hins vegar. Þannig að úr þessu varð sú kjölfesta, getum við kallað, í alþjóða gjaldeyrisviðskiptum sem að var við lýði alveg fram á 8. áratug síðustu aldar. Þá kemur þessi maður fram á sjónarsviðið, Richard Nixon. Hann tekur sér í hönd mikla öxi og heggur á þessi tengsl og segir: við munum ekki tryggja alþjóða viðskipti, gjörðu svo vel, Guðni Ágústsson og gakk í salinn. Við munum ekki lengur viðhalda þessari tryggingu í alþjóða viðskiptum með gullfæti og tengingu við bandaríkjadollar. Og þá líður að því, þá gerist það að alþjóða gjaldeyrisviðskiptin fara að fljóta. Þau eru í rauninni komin inn á markað. Þau eru komin inn á markað og menn fara að hafa áhyggjur strax af því að þarna verði ekki lengur stöðugleiki við lýði. Og þá er það annar maður sem að kveður sér hljóðs. Hann heitir James Tobin. Þetta var hagfræðiprófessor í Yale og Harvard í Bandaríkjunum og einnig ráðandi maður eða ráðgefandi maður í bandarísku fjármálakerfi. Hann var síðar Nóbelsverðlaunahafi, það var 1981, en 1972, árið eftir að Nixon heggur á tengslin á milli alþjóða gjaldeyrisviðskipta og bandaríkjadollars, þá setur hann fram kenningu, eða tillögu heldur, Tobin-skatt, svo kallan Tobin-skatt, skatt sem var tengdur við hann. Og Tobin-skatturinn, hann fól það í sér að leggja átti skatt á öll gjaldeyrisviðskipti.
mismunandi þó, en hugsunin var sú að setja skatt á gjaldeyrisviðskipti sem voru líkleg að vera þess eðlis að braskvæðræða. Og til að koma í veg fyrir óstöðugleika sem að þessu hlutist, þá myndi skatturinn vinna gegn því. Menn voru að tala um 0,1 til 0,5% skatt, hann var með 0,5%. Í þingmáli sem var lagt hér fram aldamótið af mér, í tvígang, að þá var ég með miklu smærri skatt. En þessar hugmyndir Tobins, að þær náðu strax fylgi, menn höfðu áhyggjur af því sem var að gerast þarna sem á 8. áratugnum og síðan taka þær aftur flugið 1997 eftir bankakrísuna í Suðaustur-Asíu. Þá var menn aftur að tala um Tobin-skattinn af einhverjum krafti og enn á ný verður Tobin til umræðu eftir bankakrísuna 2007, 8, 9. Og það verða til samtök. Þau heita ATTAC. Við sjáum þessi samtök oft nefnd í tengslum við mótmæli. Mótmæli gegn alþjóða fjármagn. ATTAC skammstöfun fyrir Association for Taxation of Financial Transactions to its Citizens. Samtök skattlagningu á fjármagnsflutninga í þágu almannaheilla. Svona gerist þetta að þegar maður les úr þessum skammstöfunum að þá verður til allt í einu skiljanlegu veruleiki. Þetta sem sagt hugmyndir hans Tobins sem að fara að fá flugið einnig á meðal róttæksfólks og verkalýðshreyfingar og almannasamtaka í þessum samtökum sem eru stofnuð 1998. Og eru síðan smám saman að rifja sér til rúms, ég held að þau séu starfandi í 25 Evrópuríkjum, Suður-Ameríku og Bandaríkjum. Hér voru stofnuð ATTAC-samtök 2009. Sólveig Anna Jónsdóttir hefur verið þar í forsvari. Þetta eitthvað aðeins kvikt. Í Bretton Woods 1944 þá höfðu menn ætlað sér miklu meira. Menn höfðu ætlað sér að losna við gullfótinn og að þessar tengingar. Búa til umhverfi sem væri svo traust að þú þyrftir ekki á slíku að halda. Menn höfðu ætlað að búa til International Trade Organization, alþjóða viðskiptastofnun. Og Bandaríkjamenn höfðu verið hafsmenn af þessari hugmynd. En það var Bandaríkjaþing sem að hins vegar felldi hana, þannig að hún varð aldrei að veruleika. Í staðinn búin til umgjörð sem kölluð var GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, almennt samkomulag tolla og viðskipti. Hún starfandi 47 til 1994. Og mín kynslóð, hún man eftir endalausum fréttum af GATT-samningunum. Og hvað var það sem að þeir fjölluðu tolla niðurfærslu. Og það sem einkennandi í alþjóða viðskiptasamningum á þessu tímabili síðari hluta 20. aldar, 1945 til 1955, tolla niðurfærsla. Það verið að semja stöðugt niðurfærslu á tollum. Það einkennandi fyrir þetta tímabili. Og það að gerast líka í Evrópu, við byrjuðum á Hansa-sambandinu, nú Evrópa þegar hún að taka breytingum. Evrópusambandið sem var byggt upphaflega á Evrópubandalaginu, sem aftur var byggt á kola- og stálbandalaginu sem var til á 7. áratugnum og varð síðan smám saman að Evrópubandalagi með Rómarsáttmálanum 1957, síðan smám saman að sækja í sig veðrið og þróast. Önnur ríki sem standa utan Evrópusambandsins mynda með sér fríverslunarbandalag, EFTA. Fríverslunarbandalagið, það var til árið 1960. Íslendingar fengu aðild að EFTA-bandalaginu, EFTA-fríverslunarbandalaginu 1970, eftir talsverðar deilur hér á landi. Og í því voru mörg stór mikilvæg viðskiptaríki, Bretland var þarna,
Portúgal var þarna, Austurríki var þarna, Finnland var þarna, Noregur, Sviss voru þarna í EFTA. Og þetta tvennt sem sagt að þróast þarna. Þessi tvö svæði, Evrópubandalagið sem menn hét framan af slíku nafni og EFTA gera með sér samkomulag og semja það 1993, verður að veruleika í ársbyrjun 1994. Það er EES, hið Evrópska efnahagssvæði, sem þá verður til. Þetta er svona þróunin sem er að verða á þessum tíma. Ég sagði að á fyrri hluta, eða síðari hluta 20. aldarinnar þá var áherslan á tollaniðurfærslu. Eftir 1995 þá breytast þessar áherslur. Nú er farið að horfa inn á við, inn í samfélögin og markaðsvæða þau. Út á það gengur viðleitni manna. Evrópusambandi fyrir að taka breytingum, bandalag verður að samfélagi, Evrópusambandi. Það gerist með Maastricht samkomulaginu 1993. Það var samið það í svokallari, það var samið það á árunum þar á undan og það endar með Evrópusambandinu. Bandalag þróast yfir í samband með Maastricht. Síðan koma fleiri samningar á eftir, Amsterdam, Nice, Lissabon 2007 og áherslurnar fara að breytast og það birtast okkur í þjónustutilskipun. Ég kem aðeins að þeim á eftir. Það eru aðrar tilraunir í þessa veru til að markaðsvæða samfélögin eins og MAI-samkomulagið sem var frægt að endemum á 10. áratugnum, síðara hluta 10. áratugarins, Multilateral Agreement on Investment. Þetta er samkomulag sem átti rót í OECD, efnahags- og framfarastofnuninni. Hugsunin á bakvið MAI-samkomulagið var sú að það mætti ekki mismuna fjárfestum. Fjárfestar eru allir að sitja við sama borð. Það sem áður var rætt, tollaniðurfærsla og síðan væru menn sjálfráður í hvernig þeir skipulögðu samfélög sín, það breytist núna. Menn segja, það verður fyrirtæki, ef á að vera alvöru markaði þá var allir að sitja við sama borð. MAI. Frakkarnir áttu upptöking sín en það var OECD sem vann vinnuna. Þetta byrjar 1995. 1997, og þarna erum við núna að byrja að spinna nýjan rauðan þráð sem gengur í gegnum síðustu ára. 1997, þá er upplýst hvað er að gerast á bakvið luktardyr í MAI-samningunum og það verður allt vitlaust. Frakkar fara að spyrja, hvað þýðir þetta, má ekki mismuna fyrirtækjum, þýðir það að ríkisstuddur menningar kvikmyndaiðnaður í Frakklandi að hann má ekki lengur njóta neinna sérkjara ef að Hollywood kemur hingað til Frakklands og fer að pródúsera hér, framleiða hér, verða þá fransk stjórnvöld að láta þann iðnað fá jafn mikið og hinn frönsku fyrirtæki á að sjá sögðu, það má ekki mismuna. Og við spurðum hérna upp á Íslandi, þýðir það að ef við setjum bókasöfnum okkar undir GATS og við setjum þau undir GATS, þýðir það að við megum ekki mismuna á milli borgarbókasafnsins og bandaríska bókasafnsins hérna á Nesjaranum. Já, það þýðir það. Nei, við erum ekkert að ferja í svona. Við erum ekkert að breyta samfélaginu á þennan hátt. Út af það gengur það. Svo mikil varð andstaða við þetta að MAI springur 1998. Þá er fallið frá þessu. En þá erum við konar að stað með GATS, General Agreement on Trade in Services, sem verður síðan að TISA, eins og við komum að. Þessi samningur sem tekur við á GATT-samningunum, sem lauk 1994, hann er innan veggja nýrrar stofnunar sem verður til á þessum tíma. World Trade Organization, alþjóða viðskiptastofnun. Hún verður til á þessum tíma 1994 og það fara að stað með GATS. Aftur horfa inn á við, breyta samfélagunum. Ekki tollar, ekki slíkt, heldur núna að breyta samfélagunum. Og það er GATS sem síðan verður að skýrsa eins og við sjáum. Og GATS er sem sagt almennt samkomulag þjónustu viðskipti á vegum alþjóða viðskiptastofnunarinnar sem þarna er honum til. Við fórum hér í þessu húsi
BSRB hafði frumkvæði að því að fara í saumana á þessum samningum og á vinnu sem grundvallaðist á þessari BSRB-vinnu. Þá lagði ég fram frumvarp í þinginu eða þingsályktun að við skoðuðum rækilega þessa samninga. Það gerði ég rétt upp úr aldamótunum. Og við fórum að skoða hvað raunverulega felst í þessu. Hvað eru þessi samningar raunverulega að segja? Í fyrstu greininni, af því að samningarnir kveða á viðskipti með þjónustu, þá er skilgreint hvað þjónusta er. Hvað er það nákvæmlega sem við erum að fara að semja um? Það stendur, þjónusta á við þjónustu á öllum sviðunum að þjónustu sem opinberir yfirvöld veita. Sem sagt, þjónusta á við nema opinbera þjónustu, nema það sem er á vegum ríkisins. Flott, æðislegt. Sem sagt, þjónusta á vegum ríkis og sveitarfélög undanskilin. En svo þess maður áfram. Verður í C-lið á sömu tillögu þar sem stendur. Þjónusta sem opinber yfirvöld veita er þjónusta sem hvorki er veitt á viðskiptalegum grunni í samkeppni við eða fleiri þjónustu veitendur. Og það er svoleiðis. Sem sagt, ef að þjónusta af þessu tagi er á einhvern hátt komin út á markað, þá fellur hún til GATS. Þá fellur hún undir GATS. Með öðrum orðum, þarna er afdráttarlaus yfirlýsing í fyrstu greininni skild. Hún er skild. Og það var það sem að við gerðum okkur grein fyrir hér þegar tekist var á þjónustu tilskipun Evrópusambandsins að við þyrftum að setja fyrirvara hvað þetta snertir. Og við erum með besta fyrirvaran af öllum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. Og hvers vegna? Það var vegna vinnu sem var unnin af hálfu þessara samtaka. Það er vegna þess. Og síðan var unnið að því að sjálfsögðu að koma henni inn í samninga sem er fyrirvarin heldur skárri en hjá Norðmönnum, en slæmur en þó. Þetta þarf að hafa í huga núna þegar við förum inn í krísa. Þegar að menn átta sig á því hvað er að gera, þannig að vegum GATS að menn eru farnir að seilast inn í samfélagið, þá verða mikil mótmæli aftur. Frægustu mótmælin, efast ekki að menn muni eftir þeir, voru Seattle í Bandaríkjunum. Það var 1999, ekki að við. Þá verða gríðarleg mótmæli, 700 samtök, verkalýðssamtök, almannasamtök taka þátt í þessu mótmælum. Og menn sjá að þeir komast ekkert áfram. Hvað gera menn þá? Þá fara menn á þennan stað, til Doha, á Arabíuskaganum. Af hverju fara menn þangað? En það er svo mikið að sandi í Doha. Og það er erfitt að fara þar Og það er auðvelt að torvelda almannasamtökum að efna til ófriðar eins og gert var í Seattle. Þetta er ástæðan. Og það var gert að skilyrði að jafnvel alþjóðasamtök verkalýðsins fengu að senda hvert um sig einn fulltrúa. PSI, Public Services International, sem við eigum aðeins að, með 20-30 miljón manns innanborðs, einn fulltrúa. Þetta er í alvöru. Nú var til Doha-ferlið, the Doha Round, og það átti þá að halda áfram með GATS-samningana sem að ég var að sýna ykkur fyrstu greinina af. Nú gerist það í apríl á sama hátt og við maí-samningana 1997 þegar farið að upplýsa hvað raunverulega er að gerast. Þetta gerist í apríl 2002. Þá er nokkuð til sem heitir GATS-vaktin, GATS Watch. Henni þetta komast yfir skjöl og leikurinn. Frægasti leikinn var í Guardian vorið 2002. Breska blaðinu Guardian. Og það er upplýst hvað menn er að semja meðal annars að Kanada er að gera kröfu á hendur samstarfsríkjum sínum, eða samningsríkjum, viðskiptaríkjum, að vatni verði einkamenn. Það verður allt vitlaust eftir.
Nákvæmlega sama gerist alltaf þegar farið er að upplýsa hvað er á döfinni. Hvað er að gerast á bak við lóku tjöld. Og þetta fer að hjakka núna í sama farinu. Af krafti til 2005, en síðan fór að draga úr. Og GATS er að komast á ís. Hvað gerist þá? Evrópusambandið og allir aðilar, Bandaríkin, allir sem aðild eiga þessum alþjóðlegu samningum, fara að horfa það bara inn á við betur. Þetta er Evrópusambandið. Og núna er farið í alvöru að ræða aftur þjónustu tilskiparinnar. Að nú þurfum menn að horfa á því hvernig við getum komið þeim í verk. Við tókum mikið þátt í þessu, ég þekki þetta mjög vel. Ég sæti í stjórn EFSU og PSI þar sem að þessi mál voru á dagskrá öllum stundum. Og það verður mikið slagur. Þessi þjónustutilskipun var kennd við vesaningsmann sem heitir Bolkestein, því ógæfulega nafni, hún þótti það svo líkt Frankenstein, að það lagi vel í höggi, þannig að það var alltaf að tala Bolkestein og enni skotið inn í nafnið Bolkestein tilskipunin. Og það tekist á þetta í Evrópusambandinu á árunum fram til 2006. En svo kemur lærdómurinn sem við þurfum að hafa í huga að því. Okkur tókst að breyta tilskipuninni. Það tókst að hafa áhrif á tilskipunina að það sem samþykkt var 2006 í Evrópusambandsþinginu er allt annað en það sem upphaflega var á borðinu. Það er slæmt, það er mjög slæmt og ég hef ekki viljað samþykkja það, en það er miklu betra. Og þetta verðum við að hafa í huga að það skiptir máli að skilja hvað er að gerast og reyna að hafa áhrif á það, vegna þess að það skilar síðan árangri. En við nú við, alþjóða viðskipta blokkirnar, þeir eru ekki í sátt við þetta. GATS er komið á ís, menn eru búin að berjast til blóðs yfir þessum þjónustutilskipunum og nú þarf að fara í ganga aftur. Og þeir sem að kölluðu sig, og þetta er í alvöru sko, the really good friends of Transnational Corporations Agreement, the really good friends, góðu vinirnir, góðu vinir alþjóða viðskiptasamningana. Þeir ætla að taka þessi saman. Og af hverju kölluðu sig þetta? Þeir kemstu bara í skjóli. Það vissi enginn þetta. Nú skulum við bara gera þetta bak á tjöldin. Við skulum gera það sem GATS, alþjóða viðskiptastofnunin, gat ekki, og skulum við búa til þessi samningar. TISA. Og þeir fara í gang með þetta og að áður þá var búin að vera mikill áróður og það voru þrýstu hópar í vestanhafs og austan. Ég þarf vitna hérna í Di Piazza, formann Coalition of Services Industries, gagnvart bandarískum stjórnvöldum. Hann segir, það þarf að einfalda helst losna við allt regluverk. Fjármögnun og framkvæmd almannaþjónustu þarf að vera alþjóðleg og forsendu markaðar. Ron Kirk, bandarísku verslunarfulltrúi verkefni framundan, hann segir að verkefnin að leiði ljós hvað áunnist hefur, koma því síðan undir einn hatt í alþjóðlegum samningum og innleiða í fleiri löndum. Kommissar hjá Evrópusambandinu, Karel de Gucht, segir það er erfiðar að losna við viðskiptahömlur sem felast í regluverki en hefðbundnar tollahömlur, en það er þess virði. Það er þess virði að reyna að losna við allt þetta regluverk. Ekki var það nú á þessu máli þessi maður, Joe Stiglitz, fyrrum Nóbelsverðlaunahafi og aðal hagfræðingur Alþjóðabankans. Hann sagði ekki samþykkja samninga, ekki gangast inn á þetta. Þannig verið að færa fjármagninu völdin og grafa undan lýðræðinu. Ekki gera þetta. Þetta snýst það, sagði hann, þetta snýst það að færa valdið til alþjóða fjármagnsins úr höndum almennings. Og nú komum við inn á það hvernig það nákvæmlega er að gerast. Langar til að nefna það að til að átta sig á því hvað raunverulega er að gerast með þessari valdatilfærslu, þá minnist ég umræðu sem framfór í þinginu á sínum tíma í Alþingi Íslendinga hlutafélagavæðingu hafnanna.
Og ég sagði við þann ráðherra sem í hlut átti, velviljaða mann, sem taldi sig vera að gera gott, ég sagði við hann, nú ertu að skerða möguleika þína til þess að hjálpa smáu höfnum. Þú ert að skerða möguleika þína til þess. Nei, hafði einhver áhyggjur af því, sagði hann, vitandi að ég úr Húnavatnssýslunni, við munum passa upp á Blönduós. Og ég sagði, nei, þú getur þau. Þú ert að skilja hvað þú ert að gera. Þú ert að taka hafnirnar undan almannavaldi og færa þar undir annað regluverk, undir samkeppnisstofnun. Hlutafélög undir samkeppnisstofnun. Þú munt engur á það, þú eru kærður. Þú eru kærður til Brussel. Þú færði engur á þig. Alveg sama hversu velviljað þú ert, þú munt ekki ráða þessu lengur. Og það snýst málið. Það snýst málið. Hvar á valdið að liggja? Góða vinahópurinn. Það eru 50 ríki og þar af eru Evrópusambandsríkin 28. Svo er það Ástralía, Kanada, Síle, Tævan, Kólumbía og þau ríki sem hér eru talin upp. Ef ég teldi upp Evrópusambandsríkin, þá sæjum við að þetta er ríkiheimurinn gegn hinum snauða. Þannig er það. Þeir eru ríki jarðarinnar gegn snauða sem að skipa góðuravinahópinn í TISA. TISA, Trade in Services Agreement, þetta er sem sagt sama og GATS. Samningur markaðsvæðingu þjónustu. Það er samið á svipuðum slóðum annar staðar. Og þetta kom aftur um þessar skammstafanir. TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Það er samningur Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Síðan er það TPP, Trans yfir Kyrrahafið. Bandaríkin yfir Kyrrahafið. Samningur Bandaríkjanna við ýmis Kyrrahafsríki. Og það er þetta sem Trump er að taka út á borðinu. Allavega tímabundið. Og svo er það CETA, sem var samþykkt reyndar með fyrirvörum síðastliðið haust. Það er Evrópusambandið og Kanada. Ég vil taka fram að það sem að vakir fyrir Trump er allt annað en fyrir alþjóðlegu verkalýðshreyfingunni. Hann er að passa upp á tiltekna bandaríska viðskiptahagsmuni. Við erum að passa upp á lýðræðið. Hver ræður? Hver á að ráða fjármagnið eða lýðræðið? Það er grundvallar munur á því og ég á nú eftir að sjá hann komast upp með það. Boeing-verksmiðjurnar eru búin að semja sölu á 6.100 þotum til Kína á næstu 20 árum fyrir ómældar fjárupphæðir og þeir eiga nú eitthvað eftir að anda niður í hálsmáli þegar Kína fyrir að hreyfa sig. Þetta eru samningar auður gegn fátækum og ég tel að þetta sé mjög umdeilanleg vinnubrögð. Hvað hafa Íslendingar gert í þessu? Hvernig höfum við hagað okkur í þessu? Við erum hvorki betri né verri en aðrar vestrænar þjóðir. Við erum ekki verri, við erum ekki betri, en við erum eins og það. Og þetta er að mínum mati ósiðlegt og við eigum ekki að vera að vinni. Ég tel að við eigum ekki að vera að vinni. Í skýrslu utanríkisráðherra Alþingi 2013-2014 þá segir, og takið þessu, vonast þið til að aðildarríki Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, það er að segja 123 ríkin sem eiga aðild að henni, gerist aðilar að TISA samningnum þegar viðræðum er lokið. Markmið samninganna er að fækka hindrunum í vegi fyrirtæki en starfa á vettvangi þjónustuviðskipta og auka gagnsæi milliríkja viðskiptum í þjónustu. Sem sagt, gagnsæi alltaf bara við jóttatir, svolítið skrítið. En þannig er þetta nú. Þegar viðræðum er lokið, þá má Brasilía, Suður Afríka, þá mega Filippseyjar, þá má Kína, þá má Indland, þá má fátæki hluti heimsins koma að samningunum. Það voru þau sem stoppuðu þetta með alþjóðlega verkalýðshreyfingunni, en það er fyrst þegar við erum búin, góðra vinahópurinn, að klára málið, þá skuli þeir koma að verkinu. Þetta dæmi. Þegar að Parísarfundurinn var loftslagsmál í desember 2015, þá sátu góðu vinnirnir upp í Genf og voru að semja orkumál. Munið til því. Noregur og Ísland settu þann tillögur að orkutengdur þjónustuiðnaður ætti að fara á þennan markað undir TISA. Gott fyrir íslensk fyrirtæki? Já, flott. Gott fyrir íslenskt efnahagslíf? Mjög gott.
siðlegt? Nei. Vegna þess að við eigum að semja við þjóðir og fátækar þjóðir, Filippseyjar og Sómalí og Eþíópíu að fúsum á frjálsum vilja. Ekki þvingaðar inn í samkomulag. Við viljum ekki láta gera það við okkur. Við viljum hafa eitthvað að segja um það þegar að herðir að og þrengir að í okkar efnahagslífi hvernig við höfum okkur sem sjálfstæð þjóð. Við viljum bara gera það. Lýðræðislega. Við viljum láta íslenska arkitekta teikna fangelsi á Hólmsheiði. Við viljum ekki fara í alútboð sem að sviptir á þessum möguleika inn á evrópskt efnahagssvæði. Við tökum ákvörðunarslíkt og reynum að finna leiðir til þess. Við erum að reyna að fara á bakvið allt slíkt. Út af það ganga þessi samningar. Þess að þegar viðræðum er lokið í dag. Ég fór að afla mér upplýsinga á þetta af krafti þessi samninga þegar ég var þeirra áskynja í hösti 2013 og ég var einhvern veginn að ferð í Stokkólmi og gekk þar inn á kontór verkalýðshreyfingarinnar þar og bað gögn og meðal annars hvað var að gerast í þessum viðskiptasamningum og við fórum að blaða og ég fekk svona smá bunka þar á meðal frá European Commission við það sem fjallaður Economic and Financial Affairs. Mjög gott, hugsaði ég, að fá þessa skýrslu í hendur. Þangað þegar ég fór að lesa hana. Þetta er í alvöru, sko. Þetta er skýrslan. Þetta er skýrslan, segir við. Æðisverð. Mikið er athyglisvert. Og niðurstöður. Já, við veitum ekki hverju þær eru. Results of this exercise can be summarized as follows. Hér er þetta að draga saman sem áður er sagt. Jaha, róleg. Gríðarlega róleg. Og gröf líka. Já. Þetta er sem sagt það sem talaður opnir samningar. Og svona er haldið á þessum málum. En nú slaknar á vindinni. Í júní 2014 þá byrjar Wikileaks á að leka fyrstu samningsdrögum á PISA-samkomulaginu. Og nú vex þrýstingur innan Evrópusambandsins og hér á landi líka á það að við opnað upplýsingar líka. Og það er smá saman byrjað að gera ekki. Ísland birtir afstöðu sína þá haustið 2014 á vef utanríkisráðuneytis. Þar á meðal tilboð frá í desember 2013, semst farið að birta eins og allstaðar en það sem áður hafði verið gert. Þetta lítur vel út sem Íslendingar eru að segja. Ágætlega. Ísland áskilur sér rétt að setja lög í samræmi við lögmælt stefnumarkmið og framfylgja þeim meðal annars varðar neytendavernd, heilbrigðis og umhverfismál. Flott. Svo kemur hérna líka tilboðinu. Þetta tilboð með fyrirvörum og Ísland áskilur sér rétt til að draga sig út úr samningunum eða lagfæra þetta tilboð að öllu leyti eða hluta til hvenær sem áður en samningaviðræður eru til ykkar í dag. Áður en eftir. Er það ekki aðalmálið? Þeir eru búin að ganga frá samningunum. Er ekki aðalmálið að spyrja hvað gerist þá? Getum við gengið út? Þarna vakna spurningar og það vakna líka heilbrigðismálum í tilvísan í það sem ég sagði GATS og skilgreiningu þar á almannaþjónustu. Og hér kemur að umdeildasta atriðin í tengslum við þessa samninga. Það er gerðardómarnir. Þegar menn þarf að rífast það, hvað sé heilbrigðisþjónusta og hvað sé ekki heilbrigðisþjónusta og hvar megi mismuna og hvar megi ekki mismuna, þá er það gerðardómar sem eiga ákveða það. Interstate Dispute Settlement Investor State Arbitration Mechanism, þetta er búið til alls konar skammstafnir í kringum þetta og verða til þess að enginn þorir að tala þetta. En þetta eru gerðardómar sem að alþjóða fyrirtækin og ríkin og hlutverðandi deiluaðilar fá aðkoma. Ekki dómstólar ríkjanna. Ekki dómstólar ríkjanna. Hvers vegna voru þessi gerðardómar settir á laggirnar? Það er búið að kveða upp hundruð ef ekki þúsundir gerðardómar í tvíhliða samningum. Og gerðardómar voru upphaflega settir af hálfu þróaðra ríkja sem voru að fjárfesta í vanþróaðri ríkjum efnahagslega séð. Af því að dómskerfinu þar var þótt ekki treystandi.
En við erum að tala Evrópuríki og við erum að tala Bandaríkin með þróuð dómskerfi. Hvers vegna að búa til tveggja þrepa fyrirkomulag? Og þetta umdeildasta málið. Þetta ekki ennþá endanlega til lykta leitt. Þetta ekki endanlega til lykta leitt. Og þetta eru gríðarlega deilur núna innan Evrópusambandsins hver langt eigi að ganga í að hafa úrskurðarvaldi á hendi þessar aðila. Ég fór að fletta því upp hjá þeirri stofnun Sameinuðu þjóðanna sem fylgist með þessum gerðardómum eða málum sem geta leitt. Þetta Holland á einu ári og þar kemur í ljós að það er úrskurðað ríkinu í vil 37% tilvika, svo 25% sem að ríki tapar, samfélagið tapar. Þannig að þetta ekki einhliða, þetta ekki bara einstefna, en ríkin tapar líka. Og hverju hafa þau verið að tapa? Tökum dæmi. Dæmi mál fyrir gerðardómum þar sem almannahagsmunir eru í húfi. Orkuríkið sem Vattenfall krefst milljarða af þýska ríkinu fyrir að flýta lokun kjarnorkuvera vegna kjarnorkuslys í Japan. Það var kjarnorkuslys í Japan árið 2011 í Fukushima. Þjóðverjar höfðu verið með plönum að loka kjarnorkuverum en nú var tekin ákvörðun að flýta þeirri lokun til 2012. Milljarða evra krafist í skaðabætur af hálfu þessa fyrirtækis. Það ekki búið að leiða málið til lykta og það ekki búist við því að endanlega niðurstöðu liggi fyrir eftir mitt þetta ár. En það talið að Vattenfall eigi góða möguleika. Bandaríska fyrirtæki Long Time krefst $200 milljón skaðabóta frá kanadíska ríkinu eftir að Quebec setti bann við vökvabroti, fracking sem kallað er. Bandarísk og evrópsk orkufyrirtæki krefja Argentínu milljarð fyrir að setja verðstöðun á orku og neysluvatn. TransCanada hefur krafið Bandaríkjastjórnum $15 milljarða fyrir að reyna að stöðva lagningu olíuleiðslu vegna áhrifa loftslagsbreytinga. Hollenska tryggingafyrirtæki Akema hefur krafið skaðabóta af stjórnvöldum í Slóvakíu eftir að þau undu ofan af einkavæðingu heilbrigðisþjónustu fyrir ríkisstjórnar. Fyrirtækinu voru dæmdar 22 milljónir evrur skaðabætur. Sem sagt, þetta gerist eftir að menn eru búin að fallast á fyrirkomulagi en vilja breyta því. Almenningur, lýðræði vill breyta því. Togstreita, fjármagnslýðræði. Þetta fjallar allt heila málið og við munum mörg eftir dæminu frá Bólivíu og Botjanka. Þar var vatnið einkavætt 1999. Það var Bechtel, stór risinn Bechtel sem var sæmt umhverfisverðlaunum hér á þeim tíma fyrir að sópa vel gólfin í álverinu fyrir austan. Og það fyrirtæki fékk þetta undir verktæki hjá þeim, fékk vatnið í Bólivíu. Hækkaði 100 til 200% neysluvatnið. Fólk var að borga 20% af launum sínum, fátækt fólk fyrir vatn, fór að safna vatni á þakinu hjá sér. Og það var krafist að því hægt samstundis. Það væri verið að skerða eignarrétt Bechtel með því að safna vatni og drekka það. Og fólkið efni til mótmæla, það mótmæli, særast margir, einhverjir falla í valinn og síðan snúið við. Síðan vatnið aftur tekið í hendur samfélagsins. Hvað gerist? Gerðardómur. Gerðardómur krafist milljarða í skaðabætur. Fólki ætlar að fara að drekka takvatni hjá sér og taka af okkur þennan rétt. Og þetta engar ígjur, þetta bara veruleiki sem við erum núna að fara að stíga inn í. Við erum að stíga inn í. Í þessum samningum tekist á opinbera þjónustu, skilgreiningar á henni. Það tekist á umhverfismálin, hvaða kröfur að gera og svo framvegis, lyfjamál. Þar spurningin það hvaða kröfur að reisa á framleiðendur lyfja áður en þeir koma lyfjum á markað. Sönnunarbyrðin á herðum framleiðandans eða ríkinu eða samfélagsins að sýna fram á að lyfið sé hættulegt. Þetta tekist á þetta og þetta mismunandi kerfi austanhafs og vestan. Það tekist á heilbrigðismálin án þess að við getum farið inn í það hérna. En ég sagði og þarna var rauði þráðurinn og nú fer ég að ljúka þessu. Það var sagt upphaflega að þetta kemur okkur ekki mikið við, þetta að klára þetta og svo myndum við sýna þetta þegar
tala kæmi og svo framvegis, en svo í mótmælunum öllum að þá fara menn að gefa sig hjá Evrópusambandinu. Og einn kommissarinn segir núna í bæklingi sem að gefin út Inside TTIP, segja þeir, það sem sagt samningurinn milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Heyrðu, við skulum endilega að ræða þetta allt saman vegna þess að your voice matters. Það skiptir máli hvað þú segir. Ég? Flott! Og ég fagnaði þessu alveg sérstaklega þegar að ég var sendur sem fulltrúi Evrópuráðsins inn í stjórnarapparat Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Það var í fyrra. Og það var ekki Genf. Fulltrúi Evrópuráðsins sest inn í stjórnarnefndina og sinna inn á þing sem Alþjóðaviðskiptastofnunin og Alþjóðaþingmannasambandið efndi til. Og ég hafði eitthvað málið að segja þarna og kom á framfæri sjónarmiðum sem höfðu verið uppi í Evrópuráðinu sem fjallar fyrst og fremst mannréttindi og svo framvegis. Kom þessu öllu til skila. Viti menn hvað gerist. Það skrifað formlegt bréf af hálfu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og Evrópusambandsins til Evrópuráðsins til að kvarta mér. Þessi maður alveg bara, hann kemur að og fer að rífa kjaft. Mr. Jónasson repeatedly took the floor where he did not hesitate to criticize different elements of EU trade policy. Hann hikar ekki við að gagnrýna Evrópusambandið og stefni þessi viðskiptamálum. Þau vil bara kalla þennan mann aftur. Og þetta í alvöru, þetta Alþjóðaviðskiptastofnunin og Evrópusambandið þessar konur sem ég var að vitna í, your voice matters. Svona líka. Og það sem ég hafði sagt reyndar til að klára það var þessi hryllilegi texti hérna. Við megum ekki gleyma því að það sem sumir sjá sem hömlur sjá aðrir sem mikilvæg réttindi fyrir launafólk, umhverfi og almannaþjónustu. Lýðræði og góð vinnubrögð í viðskiptasamningum vega sífellt þyngra í umræðu Evrópuráðsins. Býtu, hvað maðurinn farið þetta? Og svo var hann eitthvað meira sem ég sagði, en það var í þessum vanda. Það var ekki þennan. Evrópuráðið svaraði formlega erindinu og sendum við aftur á næsta fund. Og ég segi hérna þess vegna undir lokin að við að gera lýðræði og góð vinnubrögð að leiðarljósi okkar í samningum við umheiminn en framar öllu öðru sem ég mikið svo. Takk fyrir. 8:59. Já, við sem vilja. Líka að svara fyrir. Já. Finnst þér að framhaldið að vera? Núna, hvað stendur hvað stefnir þessi ríkisstjórn sem núna við það? Ég spái því að menn stefni áfram inn í sama farveg og við skulum ekki gleyma því að það óskaplega erfitt að rífa sig út úr hún. En þess að allir hinir að gera það, eins og sagt er. Og þá kostar það svo mikið átak að rífa sig út. Þetta eru öll ríki Evrópusambandsins og allur hinn vestræni heimur sem þarna verki. Og við þurfum að skilja það til að reyna að hafa áhrif á þetta. Það sem við eigum að gera að við eigum að bindast böndum öllum þeim sem að gagnrýna þetta ferli. Við eigum að taka mjög kröftuglega þátt í alþjóðlegu samstarfi verkalýðshreyfingarinnar þetta, PSI, EPSU, aðrir sem að sinna þessu og vera í samfloti með þeim. Síðan þegar ég vildi helst að Íslendingar drægi sig út úr þessu. Ég vildi helst. Færum að ráðum Joe Stiglitz og semjum ekki. Og við eigum að krefjast þess líka að þessi samningsdrög sem að menn sitja yfir núna, að þau verði tekin til lýðræðislegrar umfjöllunar, ekki á einhverjum litlum lokuðum stundum. Þau þurfa að taka til umræðu í þjóðfélaginu öllu. Þess vegna ég komin af stað. Ég að færa Alþingi út á götuna. Ég að segja nú þurfum við að hætta að svamla í litlum derbollum, heldur reyna að örva umræðu í þjóðfélaginu öllu.
Út á það ganga þessi fundir sem að ég er að efna til núna. Á laugardaginn innflutning eða hættur sem stafa innflutningi á ferskum matvælum, sem við finnst að óskaplega haldaðislegt, ekki mér. Þú sem bara fá staðreyndirnar á borðið í þessum málum og öðrum sem að við erum að taka ákvörðunum og koma til með að skipta Íslands samfélag öllu máli. Og við erum ekki að láta leiða okkur eins og sauði áfram til slátrunar, því að það er nákvæmlega það sem við erum að gera með þessu. Nákvæmlega. Það verður að taka völdin frá samfélaginu og færa þau til fjármagnsins. Og við erum ekki að láta það gerast. Það á ekki að klára þetta. Það á ekki að klára þetta. Og það er ósiðlegt að ganga gegn fátækari hluta heimsins. Við erum ekki að gera það. En við getum svona tekið þessi skref rólega og í samstarfi við aðra sem er á svipaðri slóð og við erum degin. Þetta er alltaf heimurinn að vakna leið og upplýstur þetta hafa ísaldur. En við erum að gera það líka. Við erum að gera það líka. Og þess vegna þakka ég aftur BSRB og BHM fyrir að efna til þessa fundar. Þeir þurfa að vera svona 10.000 talsins þessi fundir á næstu misserum. Og við þurfum að vekja þjóðfélagið vegna þess að má ekki semja af okkur réttin, lýðræðislegan rétt til framtíðar. Hvort sem er í þessu innflutningi á matvælum og svo framvegis öðru sem að mönnum þykir óskaplega hallærislegt að ræða en er það ekki. Það er ekki. Sem venjulega talar Ögmundur kjarnista íslensku og við höfum nokkur verkefni framöndan, en takk kærlega fyrir fundin og þakka ykkur sem komið. Takk fyrir. Já, akkurat. Takk ég aðeins á. Hvað ég með Já, með þennan. Takk. Já, það er hérna einhvers staðar.